Komið sæl og velkomin í að austan. Við heilsum ykkur hérna frá Hótel Valaskjálf á Egilsstöðum og ég á von á mörgum góðum gestum í þáttinn í dag. Til mín komin kona frá Seyðisfirði sem ber marga hatta. Þú ert atvinnu, ferðamála, íþrótta og menningarfulltrúi. Já. Og hvaða hattur nú fyrirferðarmestur hjá þér? Það nú ferðahatturinn, en þetta skiptir svolítið fyrir eftir tímabilum á árinu svona, en ferðamálin mjög stór hjá okkur. En Seyðisfjörður nú kallaður menningabærin, Seyðisfjörður. Mér langar nú aðeins, það byggir á gömlu merg, það ekki? Jú, hann ber þann titil með réttu algjörlega. Við erum stolt af því, stolt af menningarbænum okkar. Og megið vera? Algjörlega, við klöpum okkur á bakið. En við erum með stóran menningararf, við erum með þessi gömlu hús sem eftir því tekið bara út allan heim. Og gömlu húsin við erum stolt af þeim og við höfum líka, við höfum verið að gera þau upp, bara bæði bæjarbúar og fólk sem hefur keypt húsin og gert þau upp og mörg húsin hafa öðlast bara nýtt líf. Já, eins og hvernig? Eins og hótelið, Hótel Aldan í gömlum húsum og Skaftfell listamiðstöð, hún í rúmlega 100 ára gamlu húsi og svo má lengi telja, sko. Og það kemur einmitt bara fram í þessari bók hennar Þóru Guðmunds, dóttur, arkitekt. Ég tók hana með henni. Þessi frábæri bók, hún var gefin út árið 95 og við erum að fara að gefa hana út aftur og hér tekur hún saman þessi hús. Er fólk að sækjast eftir því að fá að flytja á Seyðisfjörð til þess að kaupa sér gamalt hús eða hvernig það? Já, það allavega ekki mikið í boði núna á þessum húsum, þannig að ég bý í einu gömlu og fólk vill alveg gera það, sko. Já, en segðu mér aðeins hvað einkennir menninguna? Hvað einkennir menninguna? Hún ég myndi segja, hún væri svolítið rótgróin svolítið. Þetta ekkert nýtt. Skaftfell listamiðstöð til dæmis 20 ára afmæli í ár. Lungahátíðin okkar byrjaði árið 2000, þannig að hún svona orðin bara stálpaður unglingur. Og við erum með aðra svona gamla og góða viðburði. Við erum með haustróða á haustin og dagmyrkurs og tækniminjasafnið alltaf með smiðjuhátíðina sína á sumrin og svo erum við með svona litla barnið okkar á næsta ári, List í ljósi í febrúar. Segðu mér aðeins frá því. Sólin bara hverfur frá ykkur í svolítinn tíma? Já, hún fer bak við fjöllin á haustin, bara í október og kemur aftur í febrúar. Ég hefði aldrei trúið hvað þetta mögnuð tilfinning að fá sólin aftur í bæinn. Og þið fagnir því? Við fagnum því, já, og List í ljósi fagnar því, fagnar komu sólar og Er það ekki mögnuð stund? Jú, þetta bara æðisleg hátíð og hún við verðum að halda hana núna í 3. skipti á næsta ári, í febrúar. Og þetta svona, þetta eiginlega ólýsanlegt, ég held að fólk þurfi bara að koma og upplifa hana. Þetta er svona öðruvísi. Og svo þið með skólan, Lungaskólan, er það ekki? Lungaskólan, já. Gríðarlega stolt af honum. Hann var stofnaður 2014 og hverjir geta sótt hann? Það geta bara allir. Á öllum mögulegum, já. Ég vona að ég sé að fara með rétt mál að ég 16 ára eldri, kannski 18 ára eldri, ég hef að kynna með það betur, en flestir eru á því bili svona 18 til 20. Og alls staðar á heiminum? Já, alls staðar á heiminum. Það bara Ástralíu og Danmörku og Íslandi og þetta svona gerir svo mikið fyrir bæinn okkar. Það virkilega fá þessu ungu krakka og það svo gaman hóparnir setja svo mismunandi svip á bæinn. Stundum, maður sér suma hópa meira og aðra minna einhvern veginn og þau taka þátt í samfélaginu og líka það sem maður má ekki gleyma með svona að þetta er ástæðan fyrir því að það er hægt að hafa veitingastað á Seyðisfirði og svoleiðis, þannig að það... Já,
Og náttúrulega ungt fólk á svona stöðum, það bara gerir bæinn lifandi. Algjörlega, það er engin spurning. Já. Þið voru að fá smá styrk, var það ekki? Jú, fengum frábæran styrk, 15 milljónir til þess að efla menningabæinn Seyðisfjörð og Lungaskólinn og Skaftvel skipta þessum styrk á milli sín. Hverju breytir svona styrkur? Þetta gerir bara, breytir heilmiklu. Það er náttúrulega ekkert leyndarmál að peningaliðin og fjármálin eru erfið í þessum bransa, má segja, og þessar stofnanir hafa svona barist aðeins í bökkum, þannig að þetta bara skiptir gríðarlega máli og bæði til þess að efla húsnæðið og bara starfsemanna á reksturinn. En hvernig líst þér á framtíðina á Seyðisfirði? Framtíðin er björt á Seyðisfirði. Við bara erum ótrúlega tilbúin að ganga fram á veginn, sko, við Seyðfirðingar. Það bara sem góð lokaorð. Takk fyrir að koma og gangið vel heim. Takk sömuleiðis.